Hérna erum við Sigrúnu í stólnum og hún er mjög svakalega mikið og sítt hár, eins og þið sjáið. Og við ætlum gjörsamlega að breyta henni algjörlega í dag. Við ætlum að taka hana bara stutta ofan fyrir axlir. Það sem við ætlum að byrja að gera er að klippa síddina. Við ætlum að halda svolítið stýttu við aftan á hnakka. En svo ætlum við að hafa toppinn svolítið þungan, þannig að hann kemur síðar í þessa hérna átt. Þetta eru svakalega breytingar með Sigrúnu. Hún er með hár alveg á mitt bak. Ertu tilbúin í þetta? Ég er tilbúin. Þú ert tilbúin? Voða spennt. Voða spennt, glæsilegt. Ég líka. Ég er rosalega spenntur. Nú erum við að klippa alla línuna, klippa toppinn og allt, síddina. Það sem við gerum núna bara er að þurrka hana og sletta. Svo er bara fínpúsina við þinna í stytturnar, laga toppinn þegar hann er þurr. Þá erum við klárt. Nú erum við búin að klippa á hana línuna. Sem sjá, hún er mjög bein og hörð þessi lína. Snúum henni aðeins. Svo klippti ég hana klipptum hana frekar jafns. Við klipptum hana jafnsíða hérna og í vinstri, með hægri vanga. Tókum frekar stuttar styttur hérna í hnakkan til að fá hreyfingar og létta aðeins á því. Og sem við höldum samt síddinni meira í vinstri vanga. Hún er aðeins síðar hérna vinstra megin. Svo tökum við toppinn líka frekar harðan. Þú sjáu þá er hann klipptur niður hérna og hann kemur síðar hérna niður á vanga, kemur spís. Með þessa klippingu er hægt að hafa hana bara alveg slétta eða þú ert að spreyja því að það eru svo stuttar styttur í henni. Það er hægt að nota hálflag og bara hrista í því og hafa svolítið hreyfingun í því af því að þessi klipping er þannig gerð. Svo er líka hægt að taka bara krullujárn eða sléttujárn og búið til lið í hárið ef maður sé að fara eitthvað út. Þá er það líka möguleiki að setja eitthvað lið í það. Hvað er tilbúin? Finnst það þig? Bara mjög vel. Það ekki? Þetta er æðislegt. Spegill, snúa, bara kíkja á þig. Þetta er frábært. Rosa flott. Flott svona hreyfing. Það ekki? Jú. Alveg málið, smá hreyfingu.